Jæja, strákar, þá erum konur í síðustu daga kosningabaráttunum Íslandi eða ekki? Stefán Einar Stefánsson, Þórður Gunnarsson. Já, var ekki fínt að fresta þessum kannski viku, fá kannski eina viku viðbót. Já, það er þjóðin kallar eftir. Fyrst fara að hitna í kolónum núna. Já. Ég er nú að byrja þegar að gera athugasemd við þetta upphafstef, sko. Já, bara þú svona. Þetta bara svo morgunleikurinn minn á Rás 1. Já, við vorum að klára það. Þú er náttúrulega með liðugustu mönnum. Jú, við áttum við ekki það. Þá förum við upp á tábergið. Við erum hérna óvænt í Epic-stúdíónu okkar. Já, auka þáttur í mynd, tilefni ærið. Þannig að mér fannst bara að þjóðin þetta að sjá ykkur. Já, og við hana. Já. Þakkláttur fyrir það. Ekki. Já, Við viljum tala við þjóð okkar eins og forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar að tala til almennings. Kæra þjóð. Þjóð mín. Þjóð mín. Ég vil gefa þjóð minni frí frá pólitík í sumar. Já, einmitt. Það gekk vel. Svona líka. Við ætlum að verðum að taka smá stúning á þessu öllu saman. Þú veist, það eru 4 dagar í kosningar og eru þið konum með leið á þessu? Já, þvert á móti. Alls ekki. Það er að mörguleyti jákvætt að þetta mál sé rætt og leitt í jörð, vonandi. Já. Vonandi verður það leitt í jörð til lengri tíma. Já, niðurstaðan, þetta ræður miklu það hvernig það þróast. Ef það kemur nei, þá þurfum við bara að fara að einbetta sér að málefnum íslenska ríkisins og almennings. Já, svona því sem að ríkisstjórnin kjörin út á að gera. Já, en að öðrum kosti mun þetta allt snúast það hvernig samninganefndin verður skipuð og samningsmarkmiðin sem að þau hafa verið mjög svona loðin í svörumum og síðan auðvitað þarf að mónitor og fylgjast mjög náið með því þegar þessi samskipti hefjast. Aldarumsóknin verður sennilega enduræst með einhvers konar bréfi til komissjónunar og síðan þurfa menn að skoða hvort að ESB telur sig þurfa að halda ríkjaráðstefnu eða ekki og svo þurfa nefndirnar að hittast og þetta verður algjörlega, svo ég sletti, ongoing mál næstu 5 til 7 árin myndi ég halda. Já. Og það er kostnaðurinn á áhættan við það að fara áfram með þetta í áinu af því að þú verður að taka til í þínum ranni áður og þú ferð til Brussel að biðja um yfirdrátt allavega að reyna að laga til þín eigin mál fyrst, sko. Já, ekki bara að laga til, það liggur fyrir að utanríkisráðuneytið sem að þó á erfitt með að segja satt þessa dagana Áróðusdeildin sem að Ólafur Ragnar tala þeir áætla að þurfa að þýða 50 til 60.000 síður af regluverki og í þessu regluverki eru væntanlega hlutir sem að við þurfum að taka afstöðu til og hvaða áhrif hafi á Íslands samfélag vítt og breytt og síðan eins og við sjáum með Svartfjallaland sem að hefur nú komið eða skotuð kollinum í umræðuna því að Ísland á að verða einhvers konar heimabanki fyrir Evrópusambandið til að standa straum af kostnaðinum við að taka við því ríkin í sambandið að þeir hafa núna á síðustu árum, eru búin að vera í þessu ferli í 14 ár og það hefur snúist að miklu leyti það aðlaga dómsvaldið og regluverkið og það er eitt af því sem að menn deila ekkert til dæmis hér á landi og ég sakna alltaf í umræðinu, það er alltaf verið að tala svo undanþágur. Það er eitt sem blasir við að Evrópudómstóllinn verður æðsti dómstóllinn, Hæstiréttur Íslands sem hefur verið æðsta dómsvaldið okkar, stjórnarskrárdómstóllinn okkar verður í öllum málum sem að heyra undir Evrópuregluverkið, bara eins og héraðsdómstól. Það þýðir það að ef það komið mál sem að milli okkar Dodda sem að eru ekkert óreglulegt sem að er í rauninni óumflýjanlegt og er nú þegar komið upp eða er í farvatninu með segja að ef að þau mál komið upp og við viljum fá endanlegan úrskurð í því máli þá er það mál rekið fyrir dómstólum í Brussel fyrir einhverju slóenskum og frönskum og ítölskum dómurum sem eru margir hverju hvað bara einhverju fyrirhandi pólitíkusar Jú, ráðuneytisstjórar, stjórnmálamenn og eflaust ágætis fólk en þetta mun heyra undir evrópsku löggjöfina okkar mál verða útklæð fyrir evrópsku dómstól og dómsúrlausnin kemur á frönsku það er opinbert tungumál Evrópudómstólsins og eitt af því sem að mun hafa áhrif í þessu til þessu og svona skýtur mér skelk í bringu það er að þarna bætist við dómstig einhvers staðar úti og ef að Doddi ákveður áfrýja máli sem ég hef unnið hér fyrir héraðsdómstólnum sem við köllum Hæstarétt og hann á alla sína peninga og meira til og ég er einhver fátækur blaðamaður ég þarf að fara að finna mér eitthvað frönskumælandi lögmann úti sem að sérhæfi sig í
í því að reka mál fyrir Evrópudómstólum og það mál sem að mun taka 3 eða 5 eða 7 ár til úrlausnar. 800 € á tíman, eitthvað leis. Já, þannig að þetta bara eitt dæmi sem að verður ekkit samið bara hluti af stoppsáttmálanum og öllu regluverkinu og samt situr fólk hér og segir ég vil bara sjá hvað þessum samningi sko, þetta blasir við en við höfum ekki fengið neitt samtal við Þorgerði Katrínu eða Kristrúnu eða hvað þá dómsmálaráðherrann hugumbrúða til þess að ræða þessi mál. Neita bara eiga þetta samtal. Og hvenar sko, og vitum við eitthvað það hvaða mál munu heyra undir Evrópusambandið eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár eins og þessi ekki að mótmála því að Evrópusambandið hefur þá tilhneigingu að velja láta sig kveða á fleiri sviðum. Já. Þannig að það sem heyrir undir Evrópusambandið í dag, það getur verið miklu meira eftir stuttan tíma. Þeir hafa verið að teygja sig bara lengur í þeim efnum. Má ég nefna í því sambandi, ég tók viðtal við Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations fyrir CCP og hann var að útskýra hvernig Evrópusambandi hefði nálgast sko gervigreindina. Gervigreindina að koma fram á sjónarsviði, svona ChatGPT eins og við þekkjum í dag í einni annar mynd svona 2022-2023 sko. En það 2021 eða 2022 sko, þá liggja fyrir drög að löggjöfinni sem nú í gildi sem að einhverjir embættismenn í Brussel sömdu gervigreind. Og Hilmar Veigar segir bara, þetta þetta bara búið að rústa gervigreindir innanum í Evrópu því að það bara einhver löggjöf þetta svið og þetta kerfi sem á ekki í neinu tengslum við raunveruleikann. Hann segir, löggjöf Evrópusambandsins gervigreind bara vísinda skálskapur. Og þeir eru núna að reyna að plástra þetta til að koma í veg fyrir þessi fyrirtæki hrynji endanlega. Þetta meðal annars ástæða þess að Evrópusambandið að dragast aftur úr. Og þetta bara umræða sem að menn láta sig léttur með líka og segja að við munum fá lægri vexti. Auðvitað munum við fá lægri vexti þegar það verður ekki hægt að halda út í atvinnulífi hérna. Þau samfélög sem að lendi því að atvinnulífið koðna niður, þau verða að lækka vexti. Og ef að flókið og óyfirstíganlegt regluverk ekki nóg til að kæfa niður þessa tækniþróun í gervigreind, að hún eigi sér stað í Evrópusambandinu, þá auðvitað heldur ekki rafmagnið til að keyra þessi gagnaver, en komum kannski að því síðar. Já, svona áður en við missum ykkur alveg út til Evrópu, þá ætlum ég að minna þá sem eru með okkur í þessu, góði vinur okkar, það er meðan hans kjötkompanið. Við reyndar klikkuðum að veitingunum í dag, ég var ekki ónáða að því að við ákváðum skömmum fyrir að vera hér, þannig ég gaf Jón Erni frí í dag. Þú hringdir í mig undir kvöldmat í gær og sagðir að ég ætti að mæta hér í útsendingu. Já. Ég sleppti kvöldmatnum. Já. Ég sleppti morgunmatnum. Haldandi þá að vera að fara... Ég hef verið hér á fastandi maga eins og ég sé á leiðin í magaspeglun. Og hér grípi ég tómt. Ég vona bara að Jón Erni sitji við skrippbord þegar hann heyrir þetta en hann sé ekki að keyra einhvers staðar, þegar hann eftir að keyra út í skurð þegar hann heyrir þetta. Sko. Ég veit ekki hversu stóra steik ég ætla að setja á mitt grill í kvöld og hugsa þér þegjandi þörfina. Já, ég skil það bara vel. Maður voru kinnfiskasógin hérna í útsendingu. Svo er þetta vinir okkar í ekkoskóm sem að við þurfum að skóa okkur vel fyrir veturinn, eða ekki? Heldur betur. Þannig að, hvernig eru gólskótir? Bara æðislegir. Já. Já. Ég fikk mér nýjum daginn. Heldur sér búin að ná 4 hringjum og hef bara spilað nokkuð vel. Ertu konið nýja? Já. Hinnir voru náttúrulega, þeir lendu í ykkur gæsaskítslýsi á Nesvellir. Dotti vill meina að skórnir hafi einhvern veginn útbíðast í ykkur gæsaskít og sogaði í sig einhverja lykt. Heitir þetta ekki bara táfíla? Ég fór með honum upp í borgarinn sem daginn og við erum komnið svona kannski upp í Kollafjörð. Þegar ég finn bara mér er bara að fara að sortna fyrir augum. Ég er eiginlega missa meðvitund. Nei, var þeir ekki farið að súrna fyrir augum? Eins og skarpjæðin í brennunni. og þetta henda með því að ég þurfti að aka allar leiðin upp í borgarinn sem opna glugga út af táfílunni á þessu skómas dotta. En ég hélt niður í mér andan við Hvalfjarðargöngunum, þá lokaði ég rúðunni, hélt niður í mér andanum og við rétt náðum í gegn áður ég lognaðist út af. Þetta væri skemmtileg saga ef ég hefði verið íklæddur þessum skóm á leiðinni í Borgarnes. En það var eins og bara á heimleiðinni. Ok, fair enough. En ekkoskotnir eru frábærir. Nú var það nýr maður. Já, þetta er allt annað líf og bara, búin að spila 4 hringi í þeim og hef gert það bara í skjóli nætur, maður hefur upptekinn. En mæla einn dreif með þeim. Svo er rétt í lokin þá minnum fólk á að kíkja inn á gepiferðir og panta sér góða ferð þar fyrir veturinn, skíðaferð eða sólaferð. Við hefum ekki að skella okkur í eitthvað golf núna í september þótti. Jú. Við hefum ekki að fara þarna á vellina í Versölum. Versölum eða ég er líka spenntur fyrir Stoke Park, var það ekki nýtt hjá honum? Svo hefur við Portugal eftir. Já, Portugal, já.
Það held ég ekkert betra, það þyrfti reyndar örugglega að vera á Tenerife en að fara út í janúar, februar í mesta myrkrinu og spila golf. Það er einhver sem ég að skilja að fara í góða golfferð núna, það er vantilega þið. Það myndi eftir engin annar í hug, sko. Ég vil hafa Ördsson með, bara til að hafa hann með í herbygginu hjá þér. Já. Það eru meiri líkur og ég spili betur. Einu maður sem getur sofið af sér hrótundar í mér. Svo alltaf voru við á Selfossi á föstudaginn. Gott gikk þar. Það var skemmtilegt. Björkvöld Þjóðmála fór fram á sviðinu á Selfossi síðasta föstudag. Gísilega góð Það stemning. fengum við mér annars Sigur Inga. Hann var í stuði, kallinn. Hann var í miklu stuði og þetta var auðvitað ekki tekið upp en það ekki hægt að hafa allt eftir. En, Og verður ekki. Það er alltaf gaman að koma á Selfoss. Ég ætla nú samt að hafa eitt eftir sem að segja, sko. Hann alltaf myndi á það. Þegar við spurðum hann alltaf, sko, hvort að verðbólga væri honum að kenna. Því hann alltaf var fjármálaður í síðustu ríkisstjórn. Hann sór af sig þær sakir og myndi náttúrulega á, sko, að ef það hefði verið farið að ráða Kristrúnar Frostadóttur, þá var hann hagfræðings, eða sem kom fram þá sem svona álitsgjafi í COVID, þá alltaf væri við ennþá verið stöðu heldur en við varum í dag. Já, hún vildi ráða opinbera starfsmenn til að leysa vandamálið aukið atvinnuleysi. Bara svona gamla góða kenningi ráða menn, það veit ekki, græða skurði og fylla á aftur, sko. Það var einhverja svona hugmyndi hjá hann, eða ekki. Svona gamla keynesískar hugmyndir. Þarna á föstudaginn þótti mér vænst að þú skyldi mæta með hnefan sem að ég færði frá Gerði Blöss hérna í maraþonþættinum og fannst það endarleg staðfesting á því að þú hefur ákveðið að taka þessa ESB baráttu á hnefanum, alla leið. Já. Bara við þjáumst í getum þetta. Já. Og við í fleirtölu. Já. Sérstaklega við þrír hérna, já. Segjum ekki meir. Svo þetta aðalgíkið. Það nú á föstudaginn. Þjóðfundur Þjóðmála. Í Háskólabíó. Hvetið fólk til að fara á Tix og ná sér í miða þar. Já, ég hef nú aðeins heyrt, svona fólk hefur svona aðeins miskilið þetta, heldur að þetta sé einmitt svona einhver fundur þar sem að eigi að fara að ræða pólitíkina með alvarlegum hætti í einhverju púlti, eða frá púlti, en þetta nú meira að hugsa svona eins og áramótasprengjan. Það ætlum að gera þetta nennan tíma, þessa baráttu upp með léttum, daldið kaltæðinum undirtón, það ekki? Jú, það ekki. Það verða góðu gestir. Já, það verða óendur og góða gestir á svið og verður ekki tónlistaratriðið mögulega líka. Luciano Pavarotti mun taka lagið. Já. Þetta verður Luciano heitinn Pavarotti. Við verðum að fanda saman. Já, ég segi nú bara, ef það er einhver sem tekst að gera þetta skemmtilegt, þá er það við. Já, fullkonu lítilæti. Það segi ég bara fullri hóvar. Eins og ég nú sagt að hóvar er þinn stærsti kostur, sko. Já, það er það. Já. Takk. Herðu, tix.is, náðu ykkur með þar og gífilega mikilvægt. Aftur að lokadögum kosningabaráttunar, ef að kíkja á Epic-stöðuna strákar, hvernig er hann að þróast? Hann er búin að vera að hreyfast mikið síðustu daga. Já, þetta var fyrir svona viku síðan. Þá var negið á 1.85 og jáið á 2.70, svo því kíkti á þetta í gær. Það var negið á 1.60 og jáið á 2.60, en núna verðist vera að draga eftir saman, þannig að jáið 2.50 og negið 1.65, svona þannig að samkvæmt þessu er negið, töluvert líklega, nokkuð líklega til að verða ofan á. Já. En þetta er ekki í samræmi við kannanir. Kannanir hafa verið að sýna þetta 50-50 eða jáið með yfirhöndina. Þannig að Hvor var trista? Hvort var nær lagi svona ef við skoðum sveitarstjórnarkosningarnar, alþingiskosningarnar í nóvember 24. Veðbankarnir voru nú nær þessu, sko. Það ætlar að vera lengi að brjóta þetta súkkulaði þetta. Viltu meira? Vilt þú? Ég er góður. Ég fá mér eftir. Ég er að stýra þætti þetta. Fáðu smá súkkulaði. Ég er svo Sveinn M. Eiðsson hann í óðal feðrana. Sveitnamdur á skólabali. Herðu, ok. Hérna. Síðan er já, þetta er að tróða svona. Testu ekki veðbökunum betur, eða? Vonandi. Jú, en maður samt horfir ekkert á þetta og andar léttar, sko, en þetta lofar góður, svona með sannspái, svona hversu sannspáður veðbökunum hafa verið í síðustu kosningum, en enga síður, það eru 4 dagar eftir, 3-4 dagar eftir, þetta er ekki búið. Ég sá að Rúf var nú fallega gert hjá þeim í gær að vera með enga viðtal við Þorgeiri Katrínu. Kastljósi á mánudagskvöld, þar sem að þeir fengu Haraldsson til að fara þessi við sviðið.
nokkuð fyrir kostningar. Bergsteinn þjarmaði nú svona kannski örlítið meira aðeins en heldur hann áttu vona þó þetta hefur nú ekki... Bergsteinn var fínn í þættinu, sko. Já, hann var fínn í þetta og alveg svona með það sem var að venjast í ríkissjónvarpinu, sko, þá fekk hún alveg spurningar, þar meðal nokkra sem hún gat ekki svara, sko, en hins vegar hélt hún áfram þessu sama og hefur í gegnum gangandi núna hjá hann vikum saman. Sko, það ekkert ófyrirgefanleg skoðun að vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það alveg fullt að klára og öflugu fólki sem á þeirri skoðun og bara metu stöðuna hannig og allt í lagi, þú veist, það tapast ákveðin hluti við það og þau sjá að það kemur eitthvað í staðinn. Það hins vegar ófyrirgefanlegt að slá ríki yfir fólks og beita þessum blekkingum sem að Þorgerður Katrín hefur haft forgöngum hérna síðustu vikum og mánuðum og hún hélt því bara áfram hann að ekki aðeins til dæmis, já við bara þurfum að sjá hvað í samningum og vill aldrei ræða hvað lang líklegast að stendur í þessum samningi, bara eins og með þessar undanþágur í sjávarútvegi. Sko, hver eru fordæmin? Eina fordæmi sem hægt að tala Noregur sem fengu tímabundur undanþágur og höfnuðu samningnum, þannig að 96 eða 7, hvað var það? Engin fordæmi fyrir að fólk var varnaðar undanþágur. Og svo eru við líka með hollendingana og danina sem hafa sérstaklega sett þá að blaða þeir muni leggjast gegn varanlegum undanþágum. Þannig að við verðum að geta tala þetta á þeim forsendum að lang líklegasta niðurstaðan svo að við fáum ekki undanþágur. En þau vilja það ekki. Þau sem ætla að kjósa hjá með þessu. Þau segja bara, við bara sannfærður eða sannfærð að fáum þessu undanþágur og við verðum bara að sjá samningin. Ekki tilbúin að tala það sem líklegast að gerast. Það það sem að svona hefur verið svolítið þreytt. Það var eitt sem ég hjá eftir í frétt RÚV sem var það sem var rætt við hana á mánudagskvöldi eins og ég segja að það náttúrulega verið að fjalla hún spurði út í viðtalið sem að þú tókstu Ólafur Ragnar á föstudaginn við komum að því eftir og ég sé hann búið að breyta fyrirsöndina á þessar frétt síðan í gærkvöldi. Fyrirsöndin var þannig að það stóð segir samning við ESB verða að tryggja fullt forræði við fiskveiðistjórninni. Nú er búið að breyta fyrirsöndin í það að brýnt að byrja erfiðu köflum til að sjá hversu langt ESB vill ganga. Ok, láta það vera. Kemur framlegst í fréttina að fyrirsögnin hafi verið breytt? Nei. Farið það að sofar? Nei. Það það kemur ekki fram. Og þeir hættir með... Nei, fyrirvarin Fyrirvarin þá sem skautum kollinum hann ekkert mann í vor, ekki satt? Jú. Kannski að RÚV geti fyrir þessa 160 milljónum sem þeir fá frá Evrópusambandinu hverju ári laga vefinn eitthvað eins til. Þessi fyrirværi sem við setja neðst svona þegar, eins og þegar menn ætla að fara að tala illum fólk og segja með fullri virðingu fyrir honum. Það fyrirværi sem þýðir með nákvæmlega engri virðingu. Það var eitt sem ég hjá eftir, á þess að vera ótættilegur, að hún spurð út í það hvort að sjávarútvegskablinn hvort að sákabli verði opnaður fyrstur í umræðinni í mögulegum aðildarviðræðum með Evrópusambandinu. Og hún svaraði ekki, en hún búin að segja þetta áður. Hún búin að fullyrða áður að sjávarútvegskablinn, það verði byrjað á honum. Og Ólafur Ragnar sagði nú viðtalinu þér að hún ræður náttúrulega engu það, sko. Það ekki hún sem stýrir ferðinni þessu. Nei, og hún gæti heldur ekki svaraði þessu kastljósin í gær. Hann vil meina að fyrirbærið Marta Kos stýri því. Svo vitna sér orðrétt. Já, við viljum reynda að menna að það sé silki og að það sé menn baku tjöldin í þessari samningar en sem að munu stýra öllum það. Og auðvitað munu þau bara opna þessa kafla eftir því sem hentar best í þeirra áætlun að koma Íslandi inn í Evrópusambandið. Og það sem Björn Bjarnason benti á í mjög merkilegri og mjög langri grein í Morgunblaðinu á 50 daginn síðasta. Hann bara rekur söguna frá því þessi ríkisstjórn tekur við og Þorgerður Katrín fær umboð sem utanríkisráðherra. Hún tekur við sem utanríkisráðherra 21. desember og bara fyrstu vikuna í janúar hún komin til Brussel. Og það ekki fundir sem þú pantar með viku fyrirvara, sko. Þetta eitthvað sem að menn hafa verið með í bígerð og utanríkisráðherra lagst á eitt með að tryggja. Og allt frá því að hún tekur við sem utanríkisráðherra þá hefur hún bak við tjöldin verið að vinna með yfirmönnum Evrópusambandsins, með stækkunadeildinni, með frú Kos og þessu liði, að því að undirbyggja þá vegferð að fá þjóðina til að segja já næstkomandi laugardag og þannig geta þau ítt boltanum að staðniðu brekkuna og eftir það mun íslenska þjóðin bara horfa eftir þeim bolta rúlla niður og þið þekkið það þegar snjórinn komin í hlíðarnar, að hann vindur bara upp á sig jafnt og þétt, þau hafa aðeins sýnt á spilin, þau hafa verið að gefa því undir fóti núna að þó að það sé engin aðlugun framundan að þá verði strax farið í einhvers konar mynt samstarf varðandi íslensku krónu og evruna og þið sjáu alveg hverju það á að skila.
Svo þegar kemur að seinni atkvæðagreiðslunum þá munum menn segja, heyrðu, við erum búin að tengja okkur hérna á Evrópska seðlabanka, við erum búin að fá þessa fyrirgreiðslu hér og annað og ef við segjum nei núna þá mun það leiða til höggs á gjaldmiðlinn, það mun gera þetta og hitt og annað þeim dúr. Þetta allt búið að teikna upp. Það eru engar tilviljanir í þessu. Þetta allt einn stór blekkingarleikur gagnvart í fólki sem þau áttuðu sig á að væri hægt að ginna til að segja já þó að fólk væri í raun og veru í hjarta sínu samfært að í lok dags verði niðurstaða nei. Eins og þegar fólk kemur og segir á Facebook núna, ég ætla að segja já á laugardaginn, en það allt eins líklegt að ég segi nei þegar að því kemur í seinna atkvæðagreiðslunni. Þetta svo naív, þetta svo barnalegt. Látum vera ef það væri heiðarlegur stjórnmálamaður sem væri að bjóða þér í þetta partí. Ef það væri stjórnmálamaður sem hefði komið hreint fram, svarað spurningum, mætti leiks og lagt sín spil á borðið. En þarna fer stjórnmálamaður sem hefur gert allt til þess að þrugla umræðuna, rugla umræðuna, drepa málum á dreif, tekið undir og varið fólk sem að dreifir falsfréttum og lygum. Margrét Rós Sigurjónsdóttir, formaður utanríkismálanefndarinnar Pavel Bartósek, fyrrnefndur Sveinn Andri. Þetta algjörlega rosalegt að horfa upp á þetta. Þetta hryggir mig að sjá hvernig tekist hefur að leiða þjóðina út á þennan vígvöll. Já. Þegar þeir að komast upp með eitthvað leiti? Þau að því, ég minna kannanir að sína að þau bara munu vinna þetta og þá erum við komið með aðra löppin inn í Evrópusambandið. Sama hvað þetta fólk segir. Þó að Marta Kos hafi leyft sér að koma hér og segja að það engin aðlögun. Það var bara búið að sína fram á það eins og í fréttaskýringu Andrésar Magnússonar í Mogganum í gær, þar sem farið yfir það hvernig uppleggið í umsókninni sem á að endurvirkja frá 2009 og síðan hvernig Evrópusambandi lýsir þessu ferli. Þar á sér stað aðlögun. Þetta ekki samningaviðræður, þetta ekki að kíkja í pakkan. Það enginn sem fer inn í aðildarviðræður við Evrópusambandið nema að hann hafi þá stefnuskrá sinni og ætli sér að ganga inn. Það hefur engri þjóð dottið í hug að leggja út í svona leiðangur og hoppa á vagnin hjá trúðalestinni. Já. Þorgerður Katrín og formaður samninganefndarinnar, hver sem hann verður, Guðni T. eða einhver önnur eða annar, þetta verður bara trúðalest. Evrópusambandið mun leika sér þessu fólki bara eins og Tóti Tönn lék sér að laxinum hér á árum áður. Það verður allt dreigð á land og það verður einhver sleppt. Nei, og svo líka þetta borðið á borðin svo þarna séu tveir jafnsettir aðilar sem sittist við samningaborð. Hvað eru margir að vinna bara hjá framkvæmdastjórninni? Ég held að séu 33 eða 4.000 manns. 40.000 manns. Allt íslenska stjórnarráðið, nokkur 100 manns. Og svo segir hún, þetta allt okkar ídrustu kröfur fulltforrið og full yfirráð og allar undanþáður sem hugurinn girnist. Já, þá komum við að því sem að mér langar til að ræða aðeins í þessu samhengi. Það hefur auðvitað mikið verið rætt sjávarútveg og bara eðlilega þá auðvitað sjávarútvegur svona bitbein í þessu öllu saman. Og rætt eitt möguleg yfirráð og allt þetta. Þú veist, nú Þorgerður Katrín hætt að tala undanþágur, hún talar yfirráð sem auðvitað mjög teygjanlegt hugtak í þessu samhengi. Það mikið rætt sjávarútveg, það eitthvað rætt landbúnað. Það hefur nánast lítið sem ekkert rætt orkumál. Og eigum við að trúa því að við sem að fara í samningaviðræður að gæslappa við Evrópusambandið og við ætlum að fá undanþágu frá sjávarútvegsmálum, frá landbúnaðarmálum og orkumálum. Þú veist, ef ég væri þingmaður í Grikklandi eða Hollandi eða Ítalíu eða eitthvað, að því öll þessi þing þurfi síðan að samþykkja aðildarsamninginn og allar þar undanþágur sem að verða mögulega veittar, það mjög öll fyrir þá að hugsa bara, hvað þessu Íslendingar að vilja þetta bara dekka þetta? Það verða ekkert veittar þessar undanþágur í öllum þessum köflum. Ef ég má bara rétta aðeins út frá því sem ég sagði áðan að það enga tilviljanir í þessu. Og þú segir, það búið að ræða mikið sjávarútveginn. Þorgerði Katrínu og Kristrúnu finnst mjög gott að það sé endalaust rætt sjávarútveg og mögulegar undanþágur þar. Af hverju? Það vegna þess að þeirra fyrsta verk eftir að tóku við stjórnartaumunum var að egna þjóðina upp á móti sjávarútveginu. Veiðigjaldaruglið í þinginu, allt málþóða, þetta sneri allt að því að búa til þannig stemningu kringu sjávarútvegin að fleiri og fleiri hugsa, skiptir það einhverju máli hvort að það sé brim eða samherji sem að ráði yfir skipunum sem að veiða fiskinn. Ekki allt eins gott að sé bara einhverju útlendingar. Ég heyrði á konu sem satt í heitum pottum daginn og sagði, ég þurfi eitthvað á þessum sjávarútvegi að halda, við erum orðin svo rík.
það er búið að eitra þessa umræðu, þannig að í hversin sem að tala undanþágur í sjávarútvegi, þá loka fólk eyrunum og sagði, ég ætla ekki að taka slægin fyrir þessar 5 fjölskyldur, eins og Kristrún svo smekklega talaði Þannig að já, ég held að menn hafi talað mikið sjávarútveginn, það vegna þess að það hefur verið hluti af þessu heildarplani Þorgerðar og Kristrúnar. Já, ófræðingar herferðin gegn þessari mikilvægastu atvinnugrein okkar hófst fyrir 1,5 ári síðan. Já, og það var ekki til þess að ná í aukna skatt. Þeim algjörlega saman það hvað þau fá í veiðigjöld, það var bara gert til þess að auðvelda vegferðina í átt að jái 29. ágúst. Og fyrir utan það er nú ólíklegt að þessi veiðigjöld standist Evrópulöggjöf, en það svo sem umræði sem við þurfum ekki að taka. Já, að því minnst á orkumálin, Þórður Heitin Gunnarsson. Þú varst með grein í Morgunblaðinu í dag? Já, ég var svona að velta því upp, sko, það er nú erfitt, sko, að selja til dæmis Kárahnjúkavirkjun á landi, hún er erfitt að færa hana úr stað, en ég held, sko, áður nú heldur en einhverja fyrirgefðu, þú veist, ástæða fyrir nútilega orkumálin er það að eins og Stefán var að benda á, þú veist, það eru misjafnar skoðanir á sjávarútvegi, það eru misjafnar skoðanir á landbúnaði. Já. Ég held samt að við séum öll svona nokkuð sammála mikilvæg þess að það sé orkuframleiðsla í landinu. Það sé orkuframleiðsla og bara nýjustu kannanar hafa sýnt það var til dæmis held að það hafi verið svona rúmlega árið síðan þar sem að yfir 90% landsmanna voru sammála það að það þyrfti að slá í orkuöflun. En það er bara mjög sterk fylgni milli orkuöflunar og hagvaxtar og okkur hefur borið gæfa til þess að virkja okkar orkuauðlindir. Þetta svona fyrsta virkjun sem skipti máli var Búrfellsvirkjun sem opnaði rétt fyrir sem var gangstætt rétt fyrir 1970 og það eru ákveðin vatnaskil bara í íslensku efnahagslífi sem eiga sér stað þar. Fram á 8. áratuginn, ef ég má skjóta inn í, í raun og veru bara ein útflutningsstoð frá Íslandi. Það er sjávarútvegur. Þannig að fram á 8. áratuginn var þetta bara spurningu það hversu mikið fisk við gátum dreifað landi, hversu mikið verðmætt við gátum skapað úr honum og hversu mikið við gátum selt. En svo með Búrfelli og því að svisslendingarnir voru fengnir til að koma hingað og reisa Arúsviss það var auðvitað Jóhannes Nordal sem réði miklu þau mál, þá breytast allir möguleikar Íslands til allra framtíðar. Það verður til þessi stöðu í gjaldeyris straumur, þessi straumur númer 2 sem kemur inn, þannig að þetta hefur skipt miklu og það er ekki tilviljun að uppsetta afl per capita er hæst á Íslandi í öllum heiminum sem er auðvitað bara önnur hlið á þessum sama teiningi sem snýra þessum lífskjörum sem eru náttúrulega, við erum með ákveðna yfirbörð í þeim efnum. En ég fór nú bara svona velta fyrir mér sko þessari orkustefnu Evrópusambandsins. Hver er stefnar í Evrópusambandinu í orkuöflun og orkunótkun? Stefna Evrópusambandsins er beinlínis að draga úr orkunótkun. Og hvað segir það okkur þetta undir þeim sko formerkjum að auka skilvirkni í kerfinu og allt það. En þetta bara dæmir á til þess að vaksa hægar heldur en afgangurinn á heiminum sem að hikar ekki í þessum efnum. Við höfum líka séð núna umræðu undanförnu hennan sæstreng sem á leggja til Kýpur og það er selt þannig að þá muni Kýpverjar einhvern veginn hafa betra aðgengi að orku. Þetta er eina Evrópusambandssambandið sem er ekki tengt inn á flutningskerfið á meginlandinu en það liggur fiskur undir steinið þar en það eru Kýpverjar með mjög mikið af gasauðlundum þannig að í rauninni hugmyndinu svo er að Kýpur verði batteri fyrir restina af Evrópusambandinu þannig að raforka munum frekar streyma frá Kýpur. Þú segir Dótti að við höfum séð umræðu þetta. Það hefur engin umræðu verið hér í Íslandi. Nei, þetta er bara lúðar eins og þú sem kannski bara þú einhverju orkuhagfræði lúðar í Evrópu sem að nenna að fylgjast sem er að diskutera þetta. Ég las þessa grein í morgun, mann þetta bregðu við að sjá þetta, þar sé að Evrópa er öll orðin samtengd og meira sér á Noregur sem er nú ekki eins og Evrópusambandinu er tengdur inn á þetta kerfi og þetta hefur það markmið að allir geti með einu eða öðru móti þegar skóin kreppir lagt eitthvað inn á markaðinn og ég fór nú bara eftir að ég las þessa greinina lagt semst orku inn á orkumarkaðinn og þar þurfa verðin að vera samræmt nótapenni og ég fór nú bara að skoða þetta verkefni sem er í farvatninu með Kýpur af því að ég veit ekki hvort að þið hafa komið þarna Kýpur auðvitað undan ströndum Tyrklands all langt frá ríkjum Evrópusambandsins heildar strengurinn sem á að leggja í þessu verkefni eru 1200 kílómetrar. Það er það bil sama lengd og myndi liggja á milli Íslands og Skotlands eða Íslands og Írlands ef að það lagður strengur hérna.
Þannig að, já, ég verð að segja eins og að mér brá við að sjá þetta og eins þetta sem varst að nefna við mig, Doddi, með þessar miklu gasbyrðir Já, við suðurströnd, eða úti fyrir suðurströnd Kýpur. Suður að Kýpur, þar eru gasbyrðir sem að eru sko það sem heitir proven reserves, það sem að sannað vinnalegt magn, eru 85 miljardar rúmmetra sem að bara það eitt og sér myndi duga allir í Evrópu í 2 ár, þannig að það eftir miklu að slægjast þarna og menn eru auðvitað að reyna að áhættu dreifa eftir að eftir þau lokuðu á Rússland, en sko svo held ég að vera líka að muna það, svona óháð því ef menn ætla að reyna að slá þátt á borðinu, já það verður engin sæstrengur, þessi sæstrengur kostar 2 milljarða evra, 280 milljarða eða svo, þó það verður ekki sæstrengur þá myndum við Íslendingar samt með einhverjum hætti gjalda fyrir það að framleiða þetta magna orku með svo hagkvæmum hætti, því að það þetta nýja dæmi frá Svíþjóð. Útskýr það betur. Þeir ætluðu að leggja raforku sæstreng yfir á meginland Evrópu, Svíar eru auðvitað vel stattir í orkumálum, þeir eru með mikið af vatnsafli, þeir eru líka með kjarnorkuver og framleiða meira en þeir þurfa eins og við hér á Íslandi, og þeir ætluðu að nýta sér það og fara að selja raforku yfir á meginland Evrópu. En þá steig framkvæmdastjórn Evrópusambandsins inn og sagði, ef að þið gerir þetta, þá ætlum við að taka 25% af þeim umframhagnaði innan gæsalappa sem myndast að þessari raforkusölu og nýta það fjármunni til uppbyggingar, dreifi og flutningskerfa annars staðar í Evrópu. Þannig að ef að hugmyndinu svo hjá Evrópusambandinu númer 1 að draga úr orkunotkun og númer 2 gera einhvern veginn aðildarríki jafnsett og jafna aðstöðumun í orkumálum, þá eru þetta augljóst að þau ríki sem eru ríka orku munu þurfa að niðurgreiða uppbyggingu þar sem að aðgengi verra. Það voru bara tekin hagnaður Landsvirkjunar sem að þeir skilgreina sem umframhagnað. Þeir munu sennilega fá Pál Gunnar Pálsson til að rekna hann út, þannig sem einhverju umframhagnað og reynda Daði Má Kristófersson líka og það verður þá bara tekið út úr kerfinu hjá okkur. Það er allar hugmyndur með einhver þjóðasjóð og þessar miklu arðgreiðslur sem að Landsvirkjun verður að gera ríkissjóð, það verða bara úti. Já, þar fyrir utan, ég var nú bara að hugsa að því að nú hefur utanríkisráðuneyti verið gert afturreka með þessa yfirlýsingu sína það að umfram kostnaður okkar af ESB miðað við ES var 27 milljarða, nú búið að færa þetta upp í 5-12 milljarða, en staðreyndin er svo að þegar skoða fjárlög Evrópusambandsins að þá er þetta minnst kosti 50 milljarða, 48-52 milljarða sem við borgum. Ég held að Landsvirkjun hafi átt með hagnaði fyrir upp á 36 milljarða, segjum sér svo orkukerfið allt sé kannski segjum að skila arðsemi upp á 50 milljarða ári. Það þýðir það bara að ef við göngum í Evrópusambandið þá munum við þurfa að láta allar túrbínurnar, allar virkjanirnar vinna dag og nótt við að prenta íslenska krónur til þess að borga fyrir aðild Svartfjallalands að Evrópusambandið. Það er bara allt orkukerfið okkar verður í fullri vinnu við að fæða og klæða þetta kerfi Evrópusambandsins. Og þá verður líka Daði Már var nú að sækja þegar segist alltaf að sækja 34 milljarða með að hækka vaskinn á balónin, en þá þarf hann líka að fylla þetta 20-30 milljarða gat sem hann alltaf fær frá Landsvirkjun á hverju ári. Það er líka bara að fylla þessi balón á fólki sem að mun ekkit mæta bara á hvaða verði sem er það er það sem þau fatt ekki. Eitt varandi þetta Kýpurverkefni sem að ég las þú varst að segja að þetta eru 2 milljarðar evra sem að Evrópusambandið telur að þurfa að sitja í þetta verkefni. Strengin. Og þeir hafa núna fengið 2 fyrirtæki, annars vegar eins konar landsnet Grikklands, þar sem að strengurinn kom í land, og hins vegar franska innviða fjárfestin Meridian, held ég hann heiti. Meridian, já. Til þess að leggja Meridian verður meirhluta eigandi þessu streng. Þannig að þetta er ekki spurning það kýpverska ríkið eða gríska ríkið einhverju þurfa að punga út fyrir þessu. Og þetta er ekkert fjarri þeim veruleika sem að við höfum séð hér á Íslandi, Míla sem að er með gríðarlega mikilvæg innviði í formi ljósleiðara. Það fyrirtæki er núna einmitt í eigu fransks innviðasjóðs. Þannig að þegar og ef þær aðstæður myndast undir þrýstingi frá Evrópusambandinu, jafnvel út af einhverju óskyldu máli, þá munum menn ráðast í að leggja, ef það er hægt að leggja 1200 km streng milli Grikklands, Kýpur og Ísrael, þannig að þessi strengum mun liggja alla leiðina þangað, þá verður það hægt hér með þetta risastóra grænorku batteri. Kýpur er nú þó að byggja á gasi sem er mengandi, en okkar orka sem er nóg til af og við getum virkað meira, hún er það eftirsóknarverðast af öllu eftirsóknarverðu fyrir Evrópusambandið. Og þá kunna menn að segja, já, það er ekki vilji til þess að reisa eða leggja þennan streng.
Við höfum einu sinni áður verið í aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Það var árun 2009 til 2013. Ótrúleg óheilinda för samfylkingarinnar og vinstri grænna nótabenni. Árið 2012 er skammarhríð iðnaðarráðherra Oddný G. Harðardóttir uppistandari. Hún leggur fyrir þingið í gegnum iðnaðarráðundið tillögu sem samþykkt og þau fara í að gera hvað? Þau láta vinna fýsileika skýrslu á því að leggja sæstreng til Evrópu. Halda menn að Oddný G. Harðardóttir hafi fundið þetta upp hjá sjálfur sér með alla sína hugkvæmni. Auðvitað var það hluti af þessu aðlugunarferli að sjá hvernig mætti tengja Ísland inn á evrópska orkumarkað. Það markmiðið hjá Evrópusambandi. Það að sjálfsögðu markmiðið og eins og allir vita þá auðvitað öll orkan endurnýjanleg og hérna mennur alltaf að reyna að hækka þetta hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa, þannig að íslenska rafmagnið myndi tikka mjög sterkt inn þar. Menn vilja ekki ræða þetta, Þorgerður Katrín og þau vilja ekki ræða þetta, og af hverju það? Það vegna þess að menn alltaf koma eftir 3-4 ár og segja, heyrðu, við erum búin að fá hérna undanþágur frá sjávarútveginum, við munum hérna stýra okkar staðbundnu stofnum og við megum halda hafróti og við munum hafa mikið það að segja, kannski verður ráðherrann í framkvæmdastjórninni sjávarútvegsráðherra, kannski kemur hann í hluti Íslands eins og Þorgerður talaði og menn mun segja, heyrðu, þetta alveg nóg fyrir okkur, tekum undir þetta svo við getum fengið lægri vexti. Svo bara viku seinna kemur hérna stórt skip upp að suðurströndinni eða austurunum og byrja bara að leggja þennan streng og svo verður Ísland eitt risastórt batteri fyrir þjóðverja sem hafa klúðra sínum sem eru búin að loka kjarnorkuverunum fyrir hollendingar sem að nýta ekki einu svona gasauðlindirnar sínar af því að þeir eru svo miklum pólitísku réttrúnaði. Verði fólki bara góðu með þetta. Þetta vegferðin sem er verið að bjóða fólki upp í hérna á laugardaginn og fólk mætir hugsunarlaust á kjörstað og krossa við hjá. Þannig að á meðan við erum að ræða og þræta sjávarútveg þá höfum við alveg skautað yfir þetta. Já, þetta verður ekki fengið mikla athygli, en svo líka bara, ég sammála hér síðasta ræðumanni, en svo líka... Ég heiti Stefán. Man ekkert hann Dóti. Einar Stefánsson. Tek undir með þessum unga manni hérna. Mjög efnilegur og lífslegur lán. En hérna... Nei, en það líka bara, þú veist, þetta eitt, þessar sviðsmyndir, en svo það líka bara þessi stefna sem svo léleg hjá Evrópusambandinu, að draga úr orkunotkun. Þau eru bara að segja, við ætlum að draga úr hagvexti, af því að það það sem gerist. En það bara yfirlist markmið. Það yfirlist, já, að draga úr orkunotkun. En nú eru kýperarnir að fara af stað í þetta mál. Ég meina, liggur ekki fyrir að Drekasvæðið mun á einhvern tíma úti verða lífsnauðsynlegt fyrir Evrópusambandið? Já, það held ég að láta vera. Það vissulega aðeins flóknari útvarsla heldur en hann undan ströndum Kýpur, en stefnan svo að venja sig alfarið af rússnesku gasi og þangadilega þeir eru búin að virkja auðlindir Kýpur og hugsanlega Íslands í framtíðin munu þurfa að kaupa þetta rándýra gas frá Bandaríkjunum sem er umþjóðlega 3 sinni dýrara. Já, það er Evrópusambandið vill ekki fara í meiri olíuleit, þannig að Drekasvæðið verður vantilega ekki... Já, býtum við. Þeir eru mjög glaðir með að Norðmenn séu að bora eftir olíu. Norðmenn, eru þeir ekki með 3/3 af öllu gasi sem að fluttir inn til Evrópu núna? Þeir eru orðnir stærstir inn á Evrópu núna. Já, sem er 3/3 held ég að framleiðslunni. Og ég held að Drekasvæðið sé þetta svæðið sem við höfum að skoða og annað, en menn gleyma því að undir sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins eru auðlindirnar á hafsbotninum munu heyra undir sameiginlega stefnu Evrópusambandsins. Það er eitthvað sem við munum ekki semjum. Sko. Öll landhelgin mun þá lúta yfir á Evrópusambandsins. Þetta er ekki bara sjávarauðlindin, þetta er allar auðlindir sem kunna að finnast þar. Nú hafa menn auðvitað rætt sæstreng svo sem áður, menn þessi umræða búin að vera til staðar hérna í 15-20 ár. Þú veist, og menn hafa skoðað svona fýsileikana því að leggja sæstreng og selja raforku. Það var alltaf talað þú myndist á Skotland, það var nú yfirleitt svona það sem voru að horfa í að selja orkuna til Englands, eða til Bretlands fyrirgefðu. Það var á meðan Bretland var í ESB. Já, akkurat. Það er auðvitað ekki að vera að gerast í dag. Þeir munu og David Cameron kom inn 2015 og átti fund með Sigmundi Davíð og þar var þetta meira annars rætt. Og það og menn hafa skoðað kostur á gallana við þetta og það er að týna það til á báða vegu. Var ekki Heiða Guðjón sem myndist á að, þú veist, svo getur menn auðvitað bara sleppti að leggja þennan rafmagnsstreng og lagt það bara gagnavera streng í staðinn, eða gatnastreng. Það hægt að selja raforkuna, ef menn vilja selja á landi, þá er auðvitað miklu ódýrara að leggja gagnasæstreng og byggja nokkur gagnaver hér á landi. Íslandi er sennilega besta sætningi heimi til þess. En allar svona ákvarðanir og öll svona stefnumótun verður ekki í okkar höndum ef við förum inn í þetta ríkisamband. Það er svona lykilatriði í þessu. Ef að fýsileiki sýnir fram á það að Íslendingar geti fengið meir út úr því að selja orkuna með þessum hætti,
þá gerum við það, við erum að nýta okkar auðlindi til þess ídrasta. En það verður að vera á okkar forsendum. Og við verðum að geta girt fyrir það að íslensk heimili muni bera skarðan hlut frá borði. Vegna sem leið og við tengjum, leið og Ísland tengt inn á þennan markað, þá munu verðin rjúka upp. Það gerist óhjákvæmilega. Og það eina af ástæðum, fólk mikið að kvarta, eðli málsamkvæmt undan hárri greiðslubyrði húsnæðislána hér. Og það sé dálítið blöffandi vegna þess að við vitum að húsnæðisverðið til að lágt hérna meðal annars út að háa vaxtastígi í alþjóðlegum samanburði. En eitt af því sem að dregur úr heildar húsnæðiskostnað Íslendinga er heita vatnið sem við getum kynnt húsun okkar með og síðan rafmagnið sem að við erum að greiða lágt verð fyrir í alþjóðlegum samanburði. Ég held að það sé helmingur af því sem að almennt gengur og gerist í Evrópusambandinu. Já, bara raforku verið sjálft en ennþá áhugaverður samanburður er sko orkukostnaður sem hlutallar ráðstöfunartekjum. Það bara valla mælist á Íslandi, þetta er innan við 2% meðan eins og til dæmis í Bretlandi sem er ekki lengur ESB en í löndum á meginlandi Evrópu er þetta oft undir 15-20% af ráðstöfunartekjum meðal heimilis að bara rafmagnsreikningurinn er svona hár. Rafmagnsreikningurinn, saman hvort það er þá loftgæling eða húshitun. Þannig að þegar Pavel Bartos kemur í mynd og segir við getum úðraðu í okkur mat hérna á 25% afsláttarkjörum alveg út í eitt sko, að þá gleymist að á móti kemur að þá fyrir inn í Evrópusambandið og þá hækka bílverð hérna upp úr öllu valdi út af tollaruglinu hjá Evrópusambandinu, orkuverðið mun rjúka upp út af þessu og menn skoði ekki þessa heildarmynd. Besta dæmið bara svona sem sannar þetta eins og skoða til dæmis staðbundi orkuverð í Noregi. Suður Noregur, Oslósvæða það, þeir eru ágætlega tengdir inn á meginlandið meðan að norðurhluti Noregs kringum Tromsø og þar, þeir eru ekki mikla tengingar í flutningskerfinu þar á milli. Þannig að raforkuverð í norður Noregi eru bara oft inn á helmingur því sem er í suður Noregi og það er bara vegna þess að þeir eru tengdir við meginlandið. Hvað myndi fólk segja ef það myndi bæta stofan á heimilisbókaldi 20-25 skall á mánuði út af svona rugli? Ég veit ekki hvort að vaxtasparnaðurinn vegið þau upp, það er svona þyrfti ykkur klármar að rekna það út. En þetta er bara áhugavert, eins og segi, það eru auðvitað engar líkur á því, já þú myndist nú kannski á mögulegan forma samningarnefndar, Guðna TH, hann hefur orðaði við það, sama hver það verður, sko. Það er engin, Íslendingar eru aldrei að fara að fá undan það frá sjávarútvegs, landbúnaðar og orkustefnu Evrópusambandsins. Ekki frekar en aðra þjóðir í Evrópusambandinu. Þetta er ekkert flókið. Það væri bara svo fráleitt að sko biðja, það er svo ólýðræðislegt að biðja það og eins og Ólafur Ragnar bent á í viðtalinu sem ég tók við hann. Leið og við fáum hérna einhverjar extensívar undan þá, þó ekki sé nema á einum kafla, þá koma hérna þjóðnir og segja, Evrópusambandið gengur út af samþættingu og að menn séu jafnsettir á markaðnum. Þetta gengur í berhögg við það. Og þá sem, já, við hljótum að geta samið við Evrópusambandið til dæmis skatt, þannig að þeir fara ekki að leggja okkur auka skatt út af orkukerfinu til þess að borga niður uppbyggingu á orkuinnum út í Evrópu. Hvað gerði Evrópusambandið þegar að Spánverja, Pedro Sánchez og liðið sem er með honum í ríkisstjórn á Spáni núna þegar að olíu verður auka upp úr öllu valdi út af átökunum í Íran. Þeir ætla að lækka vaskin eins og Kristrún og þær gerðu tímabundið sem er nú að renna út núna í næstu viku. Evrópusambandið sló puttana sameiginleg skattastefna, megið ekki lækka skattan, ekki einu til að hjálpa eitthvað fólki í gegnum þetta. Og þar vil ég nú reynda líka að fá að koma inn á að menn hafa sagt, sjáðu íslenska króna virkar ekki. Hér hefur verðlag hækkað ekkert smá út af oljunni. Er Dagur B. Eggertsson að halda þið fram að stríði í Íran hafi verið háð út af íslensku krónunni? Og mun aðeldur umsókn Ísland í Evrópusambandið opna Hormúsundið? Nei, sko, bara orkuverðum allan heim hefur hækkað. Það hafa allar þjóðir tekið á sig verðbólguskot út af átökunum í Íran. Það er það sem gerist þegar svona alþjóðlegar kreppur verða. Þetta benti Seðlabankinn á þetta í síðustu viku og síðan benti hann á það að verðlag væri líka hækka út af ákvörðunum sem Dagur B. Eggertsson hefur staðið fyrir sem varaformaður fjárlaganefndar. Hann lagði til breytingar á skattkerfinu íslenska og reyndar stóru aukin ríkisútgjöld upp á 140 milljarða milli ára og það er það sem að Seðlabankinn er að segja að sé núna að valda okkur erfiðleikum. Ég ætla að fá að spyrja ykkur eftir því sem þið horfðu á þetta mál og ég var að tala það er enga tilvílanir í þessu. Þau ákváðu að auka verðbólguna. Kristrún Frostadóttir hafði verkfæri, hún fekk bæði ábendingar og hún veit hvað þarf að gera til þess að lækka verðbólguna og hún ákvað að gera það ekki.
hún greip beinlínis til aðgerða sem hafa aukið verðbólguþrýsting. Af hverju gerði hún það? Það er vegna þess að hún veit að það aukast líkur á því að þau geti vélað okkur inn í þetta aðildaferli með því að verðbólga sé há hérna. Það koma verðbólgutölur á 50 daginn, nýjar, Já. 2 dagar fyrir kosningar. Þetta er allt úttöks, þessi tímasetning er öll úttöks ofan í kjarasamningagerðina og allt þetta. Ég held að þau muni tilkynna þessa samninganemnd og aðalsamningamannin muni reyna að hrista upp í umræðinni með Guðni eða einhver slíkum og hugsa ykkur Ég trúi alltaf þessi Guðni, hann er búin að vera að mæta hérna í viðtölun á síðustu daga, er hann að mæta í viðtöl og tjásumundar sem fræðumæður á sama tíma ég ætla að leyfa mér að trúa því að svo sé ekki. Guðni er ærlegur maður. Hann er ærlegur maður, en ef þau kynna þessa samninganemnd áður en þjóðin hefur veitt umboð til að gera það, þá lýsir það því að þjóðin er ekkert í bílstjórasætinu sem þjóðin ræður. Það eru búin að teikna þetta allt upp. Já, enda er þetta alltaf orðað þannig hjá Þorgerði, ef við fáum já, ef við fæð þetta já. Það eru bara leikas og utanríkisráðuneytið, þetta óheilinda lið sem að stýrir því, fólk sem er löngu gengi í Björg var glottandi út í Svíþjóð þegar aðildarumsóknin var afhent Karli Bildt og þeim drullusokkum á sínum tíma, menn sem að börðust gegn okkur á hæl og hnakka í æsæmálunum. Þetta fólk er allt í einum og sama leiðangrinum. Og þetta er allt eitt stórt atvinnuviðtal fyrir þetta fólk sem að sér ótrúlega atvinnutækifæri og það verður svo gaman að vera með bílstjórana og búandi 100 miljóna íbúðuna sem Íslenska ríki mun skaffa þeim út í Brussel og skattfrjálst. Já. Nei, það er ekki skrítið að starfsmenn í utanríkisráðuneytinu séu tilbúnir að svona gefa eftir öll sín prinsipp að sína eitthvað hlutlægni í sínum störfum af því að þau sjá þetta í hillingum, alla rúnstíkjafundina í Brussel. Finnst íslenskum, þetta kallað croissant í menningunni þar, spurðu bara Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Þetta fólk croissant, eða ekki? Croissant. Við erum að fá Ólöfu Skaftadóttur til að leika þetta. Við erum með croissant á föstudaginn. En það er þetta þannig að það verður að spyrja íslenskar almenningi. Teljið þið að Íslands samfélag þurfa því að halda að fjölga opinberum embættismönnum á ofurlaunum í útlöndum mörg hundruð. Haldið þið að Ísland verði betur sett í lengri tíma ef að þið þurfa að fara að greiða hærri og hærri skatta til að halda uppi skrifstofu elítu í erlendum stórborgum? Ég segi nei. Ég er ekki nákvæmlega. Ég er bara að varpa hér upp spurningum. Bæði hér og nú og líka á laugardaginn. En svona, hvernig er það að meta síðustu dagana? Er eitthvað óvænt að fara að gerast? Þegar þú minnir á samningarnefndina, Þorgerður geti kynnt hana eða Kristrún eða hver sem það er? Ég var nú alltaf að búast við því að Evrópusambandið sjálft myndi blanda sér aðeins meiri í þetta. Já. En ég veit ekki hvort að það er seint. Marta Kosu þetta var í viðtali á föstudaginn, tjásum þetta og þau eru mjög loðið með þetta. Já, það er hægt að ræða ýmislegt og það er margt í mörgu og einhvern veginn svona haldur sem við opnum, sko. Það er spurning hvort að Samkeppniseftirlitið komið með einhverja reiksprengju á síðustu metrunum. Páll Gunnar auðvitað reiddi hátt til höggs í sínu umfjöllunum dagvörumarkaðinn. Það komst meðlega að hann hefði niðurstöðu að laun og verðlag væru í raun og veru tvö ótengt fyrirbrigði. Það var nú hefði ekkert með rekstur fyrirtæki að gera. Þannig að það er að launakostnaður í rauninni hefði lítið að segja þó hann sé kannski 65% af kostnaði fyrirtæki svona á jafnaði. Hvort að hann komið með sína skýrslu, hvort að Evrópusambandið blandi sér inn í þetta, en ég held þessi ágætiskenning að formaður samninganefndarinnar að hann verði mögulega kynntur fyrir helgi og það verði eitthvað svona ticket. Af hverju gat þetta fólk bara ekki ráðist í þessa atkvæðagreiðslu af heilind? Af hverju ekki hægt að gera þetta bara heiðarlega? Af hverju var ekki hægt að undibúa, af hverju hefur Morgunblaðið þurft að leggja nótt við 19 dag við að afla gagna, skýra frá því hvernig aðildarviðræður hafa farið fram og annað þeimtur. Af hverju vann utanríkisráðuneytið enga vinnu ofan í þjóðina? Og af hverju var það þannig þegar utanríkisráðuneytið loksins komið tölur áætlaðan kostnað að þá voru þeir gerðir afturreka og margfölduðu neðri töluna, neðri mörkin. Þetta er, ég verð að segja að öll þessi framgang að Þorgerðar Katrínar, til dæmis líka það að hún mæti bara í viðtöl þar sem hún semur við Cheshire Dark drengina það að hún fá enga spurningar úr sal. Hún mætir ekki í viðtöl hjá fjölmiðlum sem að láta hana hafa erfiðar alvöru spurningar.
hvernig getur þjóðin brugðist við slíkum leik? Það með því einu að segja nei á laugardaginn og horfa djúpt í augun á þessum konum og segja, farið og vinnið vinnun ykkar. Grípið til aðgerðana sem ykkur hefur staðið til boða að grípa til að lækka verðbólgu og draga úr vaxtaþrýstingi alveg frá því þið tókuð við. Hættið að spila með okkur til þess að ná fram ykkar enga pólitísku markmiðum. Það er einu skilaboðin sem vert að senda þessar aðstæður. Það hefði öðruvísi hort við ef að þær hefðu lagt sig í framkróka við að útskýra fyrir þjóðinni, gefa fólki tækifæri að skilja hvað þó liggur fyrir, sem allmargt eðli og markmið Evrópusambands. Kannski eitt á lokum, sko, það er náttúrulega, ef við horfum 3, 4, 5 mánuði fram í tíman, eiginlega óháð því hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer á laugardaginn, að það er ekki sem bendir þess að verðbólga sé að fara að lækka fyrir kannski á næsta ári og það er ekki sem bendir þess að vextið þá lækki fyrir líka á næsta ári. Hvernig verður staðan í þjóðfélaginu og í pólitíkinni? Það auðvitað til skemmri tíma, þá eru nú líkur á því að verðbólga muni væntanlega hækka, ekkert endilega kannski þessu mánuði, en hún mun gera það í næsta mánuði. Það er að segja ef þessi tímabundin afsláttur á eldsneyti gengur tilbaka, en hins vegar við horfum Sumarútsölunni lokið. Sumarútsölunni lokið og svo sumar og janúarútsölunni, en hvað það er, en svona stóra myndin nú samt svo held ég að hægagangurinn í hagkerfinu er orðin slíkur, fasteignamarkaðurinn er frosinn, hann hreyfist ekki, fjárfestingar eru að draga saman eðlilega, þannig að hagkerfið er gjörsamlega stopp og það auðvitað gerir það verkum á endanum að verðbólgan geti farið niður einfalda vegna þess að bara veltan í hagkerfinu er að dragast það hratt saman, þannig að það getur vel verið að vexti verið búin að lækka eitthvað á næsta ári en einhvern tíma kemur staði að Kristrún og Daði og Þorgerður þurfa að horfa í augun á fólki og segja að við vorum ekki að vinna vinnun okkur. Já, núna er bara stutt í þetta kjörtímabil sé hálnað og við getum ekki, það er ekki að segja annað að þetta séu hreinlega töpuð ár. Þeim er alveg saman það, svo lengi sem þau fá jáið, þá farðu bara hlæjandi í bankan og allar leið til Brussel, sko, og hlakka til að eiga einmitt allar croissant fundina þar, sko. Og ég held að varðandi stöðuna næstu mánuð, þar snýr það að stöðuna á vinnumarkaðnum og til sjá það að Kristrún og Daði Már Kristófersson, þau hafa ekkert gert, þau hafa ekki komið með neinspilaborð, þau hafa ekkert verið að funda með verkefnishreyfingunni til að reyna að átta sig á því hvernig hægt sé að ná tökum á stöðuna á vinnumarkaði. Og ég held reyndar að verkefnishreyfingin hafi, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna og þau hafi komið krók á móti bragði. Ég held að Kristrún og þau hafi ákveðið að skipta sér ekkert að þessu, í raun og veru kom ekki með neina raunverulega tillögur að því að lækka verðbólguna þarna í vor, í apríl, þegar það er lögð til að fjölga hraðhleðslustöðum hringinn í kringum landið til að berja gegn verðbólgunni. Hleðslugandi góða, loka því. Það var vegna þess að þær voru að vonast til þess að vinnumarkaðurinn yrði allur í uppnámi hér í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. En vegna þess að atvinnurekendur og vegna þess að verkefnishreyfingin hafi ekki áhuga á því að taka þátt í þessum skollaleik stjórnvalda, þá hafa aðla vinnumarkaðurinn sem ætla að halda þessir höndum og ætla að gera það fram yfir þessi atkvæðagreiðslu. Veruleikin mun síðan auðvitað banka upp á eftir atkvæðagreiðsluna. Og þá munur Kristrún og þau þurfa að horfast í augu það og það held ég að vera ekki spennandi en ég held að vera nokkurn veginn sama því að þau verður búin að ná sínu æðsta og mikilvægasta markmið. Ekki að þjóðin hefur vitað að kjósa nei? Ekki ef að þjóðin hefur hugsið ykkur lukkast að kjósa nei? Ef við vöknum upp þann 30. ágúst og þjóðin er búin að segja, við ætlum ekki að hefja þannig leiðangur núna, ekki frekar normenn eða svisslendingar að láta sér detta í hugslíka vitleysu. Þjóðir sem hafa sýnt að þetta er svo auðveldlega hægt. Hverju stendur þá ríkisstjórnin frammi fyrir? Þá verður Kristrún að sína planið, þá verður hún að draga fram sleggjuna. Hún getur það eru verkfæri þarna, það eru leiðir til þess að takast á þennan vanda. Hún getur leitt vinnumarkaðan saman, gert breytingar á vinnumarkaðslöggjöfinu, hún hefur nægilegan stuðning og í þinginu til þess, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn myndu bakkan upp í slíkum breytingum. Þannig að ég held að það séu bara ótrúlega tækifæri fyrir alla. Það sé tækifæri fyrir Kristrúnu og þjóðina ef að sagt er nei. Eina manneskjan sem að munuðu þetta sitja einhvern veginn eftir verður Þorgerður Katrín með Viðreisn og þetta allt þetta fólk sem hefur talað Ísland svo hryllilega niður í þessu ferli. Dagur B. Eggertsson alltaf að lýsa Íslandi og íslensku krónu sem einhverju litlum plastbát út á rúmsjó og eitthvað svoleiðis. Hvað geta nefndamenn í fjárlaganefnd leyft sér að tala
landi mikið niður. Eru engin takmörk fyrir því? Mér sárnar þetta. Mér hefur sárnað að hvernig fólk hefur talað af ótrúlegri fyrirlitningu og augljóslega minnimáttakend til íslensku þjóðarinnar í þessu mál. Bara eins og við séum bara óalandi og óferjandi og hér sé ekki að þetta halda upp í góðu samfélagi. Hér bara rekið eitt besta samfélagi heimi, margar stórar áskoranir eins og allar þjóðir hafa á öllum tímum þurft að takast á við, alltaf. Það mun aldrei verða þannig að menn hallir sér aftur í stjórnarráð og segja, nú þetta komið, nú getum við bara sett þetta autopilot og kýta á Barbados. Þetta bara klárt, við getum bara sett alla á borgaralaun og næringjæð og horfa á Gísla Martin. Bara svo Hilma Veigar var að segja, upplýsingatækni geirinn, við erum með öflug álver, við erum með ferðaþjónustu að heimsmæli hvað að vera að reisa hérna geggjuð hótel, frábær lón sem að við njótum góðs af Midtsilin veitingastæðir og við höfum tækið til að byggja vegakerfið sem er ekki nógu gott en það er að byggja, við þurfum að bora göng og annað og þá komum við að segja, heyrðu, við erum með frábæra hugmyndkrakkar, þið getur borgað lægri vexti en við ætlum að fara að bora göng í Svartfjallalandi. Það vantar rosalega marga brýr í Svartfjallalandi. Já, og svo borgum við 50 milljarðin ári og fáum kannski styrki. Já, kannski styrki. Það eru hérna nokkri glæsileg fuglar í skógi sem við ætlum að fara að eldast við næstu ári. Nota allar virkjanirnar okkar, dag og nótt, allt vassfallið, alla jarðhitan og vindmyllurnar sem við vorum að reisa þarna upp í Þjórsárdal, þær munu mala gull til þess að senda það til Brussel. Mala gull fyrir svartfellingana. Mér var svo briljant, það var einn í hverjum hjá mér sem var að lýsa um daginn sko, þetta með þetta framlegin í Evrópusambandið, þessi 50 milljarðar sem við talum og svo tala mennum að fá með eitthvað tilbaka og svona sko. Þetta er svona svo að borga skattunum kannski borga 5 milljónir ári, svo farið kannski 300 skatt en skattunum segir við þú verður að laga pallin fyrir hennar penning sko. Þú segir, nei, beti, ég það bara vantar ég að nýskap sko. Já, nei, þetta er fyrir pallin sko. Þetta verður, þetta er svona ágætið samlegging sko. Því að við sem að segja, þetta má fara í þjóðarhöll, þetta má fara í vegi, þetta má fara í þetta, og tellir þetta allt upp sko. Það var andinn líka að sá að þú voru aðlaga dælandi peningum í að laga pallin á nágrannum. Já. Af því að hann hefur ekki sinnt í sjálfur. Nei, þetta verður áhugavert, næstu dagar verða áhugaverðir og mögulega eitthvað eftir að koma í ljós, það eru einhverjum umræða þættir og svona sem hvetjum fólk til að fylgjast með. Þú alltaf með spursmál á föstudaginn. Það er spursmál á föstudaginn og svo þetta hlakka ég til að hitta allt þetta frábæra fólk í háskólabíó á föstudagskvöldi, það verður gaman. Svo þetta það verður líf og fjör. Rennur laugardagurinn upp með öllu sínu og kosningar er alltaf skemmtilegar. Mér er best með ríkissjónvarpið. Það er alltaf leiði fyrir núna í marga mánuð þessi atkvæðagreiðsla yrði. Og á föstudagskvöldi þá verður þjóðin límd við klassíkina okkar og í hörpunni þar sem verða leikin lög, klassísk lög held í innlend og erlend og mikið húlum hæ sko. Já, allir hús ekki múið að fá vilir fyrir því að óðurundi gleðinar verið þar meðal annars á playlistanum. Já, það er frábært og fallegt lag og hefur verið misþyrmt í förum Evrópusambandsins en ég sagði bara fyrir mig haldið þegar BBC hefði fengið symfóníuhljómsveit BBC til þess að halda út í tónleikum kvöldi fyrir Brexit. Þetta er ekki. Það er ólíklegt. Þetta er þetta bara. Krakkar, bara skilabúðan þessi, hætti þessu rugli. Já, bara... Hætti þessu rugli. Takið okkur til fyrirmyndar. Hætti þessu rugli. Það komið nóg. Það er bara að vinna vinnun ykkar. Það er bara að vinna það sem þið voru kjörin til að gera. Gera það sem voru kjörin til að gera. Nei ekki? Jú, gleðilega. Það er fara að hleypa grúti daginn. Já, jú. Vil ég taka annar klukkutíma? Þú ræður hvað þú er ekkert betra að gera. Ekki að koma bara aftur á morgun. Mér sýnist hundurum að vera að kapna þarna í hóttinu. Þannig að svo heitið þetta inn í stúdíónu. Herru, ég ætla að slepa ykkur. Takk Búli stráka fyrir að bregða svona hrætt við, hjálpa okkur að taka þátt í mynd og við hvetjum þetta alltaf að kjósa en fyrst og fremst hvetjum við fólk til að kíkja inn á tix.is og kaupa sér miða á þjóðfundi þjóðmála. Þar verður líf og fjör. Takk fyrir.